Já, eftir að Ísland hrundi 2007-2008 þá braust út mótmæli sem við höfum kallað búsáhaldabyltinguna. Þetta þekki allir Íslendingar náttúrulega. En ég hef svolítið velt fyrir mér hvort að búsáhaldabyltingin var í raun blekking eða sem skipulögð af stjórnvöldum til þess að taka á móti óánægju almennings þegar í ljós kæmi að þessir ribbaldar voru búin að tæma peningaheyslur Íslands og setja Ísland í 500 til 1000% af mínus í skuldum. Og ástæðan fyrir að ég fór að velta þessu fyrir mér hvernig þetta var framkvæmt og svona litlir fréttapunktar sem komu upp í kringum búsáhaldabyltinguna. Til dæmis komu upp ásakanar að alþingismenn voru að hringja út á Austurvöll og stýra einhverjum atburðum þar. Og ég hef ákveðnar efasemdir hlutverk hans Harðar Torfasonar í þessu. Hann mætir þarna eins og leikstjóri eða leikari og hann stýrir þessari byltingu eða svo kallari búsáhaldabyltingu. Og eins og ég fjallaði hérna í öðrum vídeóm þá þessi pólitík og allt þetta snýst ekkert hægri og vinstri. Þetta var stundum búsáhaldabyltingin var sett í þennan leikskrúða, þetta væri vinstri menn að gera byltingu. Það tel ég að sé fjarri sanni. Sko hægri og vinstri, eins og ég með hægri fót og vinstri fót, hægri hendi og vinstri hendi, ég samt sami einstaklingurinn. Og sama með hægri og vinstri blekkinguna í stjórnmálum, þetta sama elitan, sama elitumafían og þeir sjá nokkra leiki fram í tíman, eru með gríðarlega mikla aðstöðu erlendis frá til dæmis og frá sjóðum eins og Rand Corporation og Carnegie eða hvað þessir hugsanasjóðir heita. Og ég tel að þeir hafi séð svolítið fyrirfram að þessi óánægja myndi koma upp og hafi skipulagt búsáhaldabyltinguna. Og það sem að líka ég set stórt spurningamerki við þessi áróðsferðir Harðar allan heim þar sem hann að kenna fólki að gera búsáhaldabyltingu í öðrum löndum, Grikklandi eða Spáni eitthvað slíkt. Þá var hann mættur til þess að kenna búsáhaldabyltingu. Við vitum öll að búsáhaldabyltingin breytti akkurat engu. Það ennþá eina sem að breytti var að elitumafían styrkti sig. Og við sjáum líka svona sæjop aðgerðir eins og voru þarna með nýmenningana. Þegar lögregla og alþingisþingverðir fara offorsi gegn almenningi eða einstaklingu sem ætla að fara upp í þingpalla. Þetta sviðsett. Þetta stórlega ýkt til þess að ná fram ákveðnum pólitískum markmiðum. Og síðan eru fleiri leiksýningar í gangi eins og rannsóknarskýrslan og sérstakur saksóknari og allar þessar leiksýningar eru settar á fót. Og svo þjóðfundurinn, ekki má gleyma þjóðfundunum, ný stjórnarskrá, þetta allt saman leiksýningar. Ég mun fjalla nánar það í öðrum vídeóm þjóðfundun og fleira slíkt. En ég tel alveg ljóst að búsáhaldabyltingin sem slík, fyrst upphaf hennar hafi verið sviðsett. Og reyndar komu þarna aðilar inn eftir sem voru með til dæmis alþingi götunar og fleira slíkt. Það tel ég hafi verið miklu raunhæfari almenningur mætti meira til sviðs þar. Og upp úr reynda búsáhaldabyltingunni gerðist ákveðnir hluti sem eru ennþá í gangi. Það eins og til dæmis hagsmunasamtök heimilanna sem hafa ekki fengið neitt ríkistyrk svo ég veit ennþá. Þannig að það greinlega skiptir engum máli hvort það hægri eða vinstri. Þeir velja absolutt ekki að lánþegar landsins sameinist og styrki sig til að öðlast réttindi. Og við sjáum líka til dæmis að verkalýðshreyfingin og ASÍ að þeir eru ekkert að vinna fyrir almenningi í landinu, þeir eru að vinna fyrir fjármálamafíuna. Og en hins vegar hafa hagsmunasamtök heimilanna algjörlega haldið sinni festu í að vinna fyrir almenning og vinna raunsæjum hagsmunum. Og það þekkt í svona þessari pólitísku fræðum
að sko í staðin fyrir að bíða eftir að bylting brjóti fram, að sviðsetja þá byltingu til þess að takast á við reiði og vonbrigði og kröfu réttlæti. Þannig að það sviðsett svona einhver ónægja og fólk fær þá sína útrás þar og síðan heldur bara lífið áfram eins og ekkert hafi í skorist. Þannig að við þurfum að passa okkur á að láta ekki blekkja okkur með þótt að það séu svona stóra leiksýningar í gangi.